Já, í góður tapi hérna síðasta leiknum á heimavelli. Bara, hvað segir eftir þennan leik? Sáttu við margt í leiknum, alveg bara mjög margt, en típiskur Gróttuleikur sem er kannski fá mörk á okkur sem við erum ekki alveg nóg sáttu við. Við skorum gott mark en þurftum að hafa aðeins meira fyrir að komast í það færi heldur en kannski Þórsararnir í sínum mörkum. Og það sitjum svona pínu eftir að hafa ekki náð að minnstakosti stígi sem ég finnst við eiga skilið. En margt mjög flott við strákunum og enn aftur sýnaði mér að þeir eru að vaxa. Þannig að það er svona blendnar tilfinningar. Eins og þú segir kannski, þið þurfa að hafa meira fyrir mörkunum eitthvað. Þið eða að skapa ykkur fleiri svona hálffæri og fleiri góða stöður á en að þeir skora. Heyrið það nú einhvers staðar út úr blaðamannabóksinu öskraði einhverju, þetta er fyrsta fucking færið þeirra. Svona orðbragðið, en er það ekki svolítið þreytt svona að kannski vandamálið hefur verið að bæði náttúrulega báðum endur vallarins en það er sérstaklega bersýnilegt í þessum leik að það vantar eitthvað svona endproduktun á teginn. Algjörlega, það er kannski það erfiðast að þjálfa og þú gefur þessu liði tíma með góðan grunn og skýra stefnu þá lagast þetta bara nokkuð fljótt og þetta lið á eftir að slá frá sér og þeir eru eftir að bæta þetta, þeir eru eftir að bæta aðgerðum sem eru í teigunum og svo framvegis og fyrir framtíðina þá skulum við ekki hafa áhyggjur af Gróttu en þetta eru lexíur sem þeir eru að taka með sér núna eftir þetta tímabil og já, ekkert meira að það segja. Nei, þú talar svolítið í þá áttina að þú sért ekki að fara að vera áfram, ertu ekki að fara að vera áfram með liðið? Nei, ég get ekkert sagt það núna, ég hef ekki... Langar það að vera áfram með liðið? Þetta líður manni vel í Gróttu og með fólkinu og strákunum og ég held að allir þjálfarar sem eru að skoða kringum sig sjá Gróttu sem gott tækifæri og augljóslega er ég einn af þeim og það verður bara komið ljós basically og ég ætla samt að enda þetta með að segja mér líður afskaplega vel en það verður bara komið ljós. Glæsilegt, takk fyrir ykkur.